Komið sæl, sunnudaginn 8. febrúar, það synir Egils, við sitjum hérna bræðirnir, ég Sigurður og Magnús og Gunnar Smári. Í seinni hluta þáttarins þá ætlum við að tala Epstein-skjölin. Og til okkar koma þá Auður Anna Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Kvenréttindafélag Íslands, Jenny Kristín Valberg sem teymistjóri Bjarkarhlíð og Kristján Kaj Börses, alþjóða stjórnmálafræðingur. En til að ræða svona vettvang dagsins þá komin til Andrea Sigurðardóttir, blaðamaður á Morgunblaðinu, Þórey Sunna Ævarsdóttir fyrir þingmaður. Þórhildur. Ha? Þórhildur. Já, sagði það ekki? Nei, þú sagði Þórey. Er allt í góð? Já, allt í lagi. Ásgeir Brynjar Þorvarsson, hagfræðingur og ritstjóri vísbendingar. Yes. Já, það hérna óbreytti stýrivextir verðbólgunnar 5,2%. Ráðum við ekki til þetta, Ásgeir? Akkur svona... Það lítur ekki vel út. Svo heyrði ég í fréttunum áðan, ekki bara atvinnuleysi síðan nálgast 5% heldur atvinnuleysi meðal ungs fólks. Ég náði reyndar ekki að fakttjekka þetta, en ef að það er rétt sem ég heyrði í hádegisfréttunum komið í 10%. Já. Eða nálgast það meðal ungs fólks 18 til 26 held ég hafi heyrt. Þá er mjög mörg rauðblikkandi ljós en þeir hækkuðu ekki en í stað þeir segja Seðlabankinn sem náttúrulega með nokkrum konum í peningastefnunefndinni en þeir urðu svolítið aggressífir á blaðamannafundinum. Það voru bara með hótanir. Haustið ef að forsendu ákvæði brestur og ég var nú að koma að ég með svona podcast nýtt með Höllu Gunnarsdóttur hjá VR, Há fyrir hagfræði og við ætlum nú að tala um þetta á miðvikudaginn aftur en við tölum vísitöluna fyrir 5 vikum og ég var eiginlega orðinn hræddur eftir að þessar tölur frá Hagstofunni birtust að þeir myndu fara og hækka upp 4% aftur til að taka tilbaka þessa symbolísku lækkun sem þeir gerðu of seint fannst mér síðast en núna héldu þeir óbreyttu en sem þýðar raunstýrivextir að lækka aðeins en það er líka mjög mörg blikkandi ljós úr hagkerfinu með uppsagnir, með lokanir og ég er ekkert sérlega bjart síðan á innanlandsafnastandið. Þetta var áhugavert að sitja hann að funda þarna í Seðlabankanum vegna þess að það kom dálítið á óvart eða það virtist koma þeim dálítið á óvart að menn túlkuðu yfirlýsinguna fannst hún gefa frá sér mildan tón. Þeir voru nú ekki sammála því og það er einhvern veginn eins og mín upplifun var svo að þegar þeir einhvern veginn áttuðu sig á því að menn var að taka þessu einhvern veginn svona léttvægt að þá fóru þeir bara alveg og leið mér að sletta gönnuðu inn og voru ekki jafn mildir á fréttamannafundinum. Nei, nákvæmlega, ég horfði á þetta í bara streymi og þetta er nú yfirleitt bara svona maður getur verið að vaska upp eða gera eitthvað annað, þetta er svona hefðbundið en stundum koma einstaka góðar spurningar frá greinendunum í salum en þarna var alveg bara voru þeir hissa á að öllum hagfræðingunum fannst þetta mildutónn af því að ég hef nú fylgst með svona fundum í evrópska og bandaríska seðlabankunum og breska þegar ég var eftir doktorsnámið mitt þá var ég með svona nýdoktoraverkefni seðlabanka og bókhaldi þeim og þá horfði maður á og það eru stóru viðburðir þar sem hægt að greina bindislitin hjá Draghi eða hrukkurnar í enninu hjá Greenspan og mjög flókin spurningaleikur í gangi þar sem að þeir setja út viðbótarupplýsingar í viðbót við yfirlýsinguna og þá er búið að greina nákvæmlega orðabreytingar í yfirlýsingunni að því þetta hefur áhrif á alla fjármálamarkaði og ef að það er breytt einu orði þá er það merki að kannski verði hækkað eða lækkað næst ef það var ekki gert núna en þetta var svolítið sjó þarna sem bara þetta var bara, ef þið segið upp þessum samningum að þá erum við að fara að fokka í ykkur. Það var líka umræðan eftir að vísitölumælingin var birt vikuna áður þá upplifði ég umræðina svolítið svona að vinnumarkaðurinn var eitthvað búin að gera sitt en ríkið aðhaldi þar væri ekki nóg og svo einhverjir sem væri að hækka verð og eitthvað svoleiðis. En tónninn hjá Seðlabankanum var aftur á móti
bara þetta var óheppileg tímasetning skattahækkanna í þeirri glímu sem yfirstandandi við verðbólguna, en þeir beindu aftur á móti spjótunum sínum fannst mér mest að vinnumarkanum og þeim launahækkunum sem að hafa átt sér stað þar hafa ekki verið í takti við það sem var lagt upp með. En þetta var allt önnur umræða heldur en var sko bara vikuna áður þegar vinnumarkaðurinn hafði gert sitt sko með þessum samningum. En líka bara seðlabankastjóri, alla sína embættistíð hefur einhvern veginn alltaf verið með sína sjónir á vinnandi fólki og frekar takmarka á fjármálamörkum, fyrirtækjum og ríkisstjórninni sko. Það er mjög sjaldan sem að svona er hægt að draga upp úr honum einhver ákveðna gagnrýni gagnvart stjórnvöldum. Það hefur komið fyrir, hann hefur gagnrýnt til dæmis í ríkisstjórn, hvort það var Bjarna eða Katrínar þegar voru þarna að skiptast á það leyti. En þess fyrir utan að þá hefur hann aðalega verið með refsivöndin á verkalýðshreyfingunni. Það hafa náttúrulega verið gríðarlega miklar launahækkanir hér á landi á undanförnum árum og miklu meiri heldur en í öðrum löndum. Já, þannig að sem að skapar það voru líka verðlagshækkanir í kjölfar COVID í öðrum löndum, en það gengur niður hraðar, en hér hafa verið miklu hraðari og meiri launahækkanir heldur en annars staðar í samburði við önnur lönd, og ég held að það hafi verið rétt sem að hann sagði, það gengur ekkert upp að ætla að vera með meiri launahækkanir hraðari heldur en hagkerfið að vaxa og halda að við getum á sama tíma verið með lægra verð og lægri verðbólgu. Það er líka svolítið spurningum hænuna og eggið, ég meina verð fyrir upp úr öllu valdi, sérstaklega verð á húsnæði sem að fólk bara þarf nauðsynlega á að halda til þess að vera til, og svo á að halda öllum launavæntingum algjörlega í botni til þess að hafa stjórn á verðbólgu sem að stjórnast að mestu af þessum hækkunum á húsnæðismarkaði sem fólk er ekki að ráða við. Þetta dæmi bara gengur almennt ekki upp og við erum bara ekkert að viðurkenna hversu mikil áhrif þetta system hérna varðandi til dæmis verðtryggð húsnæðislán og að við tengjum þetta svona skýrt við vísitöluna og verðbólguna hjá okkur hefur á allt heila dæmi. Og svo alltaf að kenna vinnandi fólki það. Þetta sé svona bara spinni galt kerfi hjá okkur. En það voru viðbrögðum mjög ákveðin, til dæmis Vilhjálmur Birgisson bara... Já, hann var brjálæður. Alveg bara. En sko, kaupmáttaraukningin hefur samt líka verið gríðarleg. Það er ekki þannig að launahækkanir hafi ekki verið að halda í verðlagið. Það hafa verið alveg vel umfram það. En við megum satt ekki gleyma því að það næri náttúrulega ekki til allra hópa. Þannig að það eru og samningandi sem villi gerði eru undir verðbólgunni. Það er bara þannig. Þannig að hann er ekki að sprengja að hækka laun umfram verðlag og eitthvað fleira. Þannig að það verður eitthvað launaskrið sem er í gangi. Þetta tekist ekki endilega kjarasamningum. Það voru náttúrulega... Þannig að þetta er ekki bara verkafólk. Það lítur að vera sem er skilaboð til fyrirtækjana að slaka á launaskriðinu. Við skulum ekki gleyma því að launahækkanir sem að kennarar fengu voru mjög umfram það sem að aðrir hópar fengu og það spilar þarna vissulega inn í, og ég veit að vera víst af samtölum mínum við verkalýðsleiðtoga að þeir eru ekki sáttir við það og þær launahækkanir næst þegar samningar losna, þær munu verða til þess spá ég að hér verði verkfall. Það er annað ef að launahóparnir eru í svona glímu sín á milli að verkafólki finnst kennararnir fá á mikið, það er eitt, getur verið sólít sjónarmið, en það er ekki að sjá að sko hækkanir til kennarana séu eitthvað sérstakur verðbólgu hvati sem hafi kostað okkur sko 5,2% verðbólgu. Ég er ekki að kenna þeim einum en ég er að benda á að það er samt stór hópur þarna sem að fekk mjög ríflega launahækkun í þessar stöðu þegar allir aðrir voru að halda aftur þessar höndum. Við erum svolítið gallið þessu umræðu, minnst allir geta bara valið sér hvað þeir vilja tala um. Það er að koma hægri menn og að tala um að þetta sé allt hall á ríkissjóð að kenna. Ég held að það sé bara þvæla. Ég held að það sé bara mjög erfitt að færa rök fyrir því að þessi verðbólga sem við erum að glíma við núna sé út af hall á ríkissjóði. Það var þannig við getum sagt það fyrir svona 2 árum og 3 árum, en að það sé núna hvort að hallinu náist niður núna eða næsta ári skiptir engu máli. Sko það skiptir máli, bara til lengri tíma skiptir rekstur ríkissjóðs máli. Það gerir það kannski ekki til skamms tíma. Í þessu tilfelli þá skiptir það máli upp á verðbólguvæntingarnar og bara eins og fjármálaráðherra sagði sjálfur að og komunum á óvart það sem hann var að vonast til var að hans áætlanir myndu ná að hreyfa við þessu væntingum, það gerði það ekki. Þannig að eins og hann sagði sjálfur, ég á eftir að ná að vinna upp traust og trúverðuleika
á markanum og ég að reyna að gera það núna. Hvað var hann að gera þá með því? Hann tapaði aðeins trúarleikana með því að vera á þinginu að kenna olíufélagunum og bílaumboðunum og Seðlabankastjóri þó setti ofan í hann með það á fundinum. Það var nú eina sem... Með þessar hækkanir sem þau hleyptu inn, sem þeir alveg geta beðið með, það eru mistök. Og það ég held að það sé rétt sem hann segja á þann að meðalið við að hemja útgjöld ríkissjóðsins áttu miklu meira við fyrir 2-3 árum og núna hefði til dæmis bæði hækkanir hjá Veitum og hérna að það sem sett út í verðlagið í staðan fyrir að það hefur verið að taka lán og skipt út þessum pípum eða takmarka arðgreiðslurnar já, alveg eins, ég alveg saman að því en þessi punkturinn sá að hið opinbera getur þar valið að setja það yfir á neytendur eða taka lán fyrir því eða minkað arðgreiðslurnar í svona fyrirtækjum en þarna olli það bara hækkunum alveg eins og það að setja upp milliliðin á rafmagnsmarkaði sem tilraunir þeirra til þess að minnka hallan jók verðbólgu og það bara staðreynd úr tölunum sem þýðir ekki að blása burtu viðbrögð forsætisráðherrans í Silfrinu voru líka áhugaverð hún fór að tala um að minnka vægi verðtryggingarinnar í seinni ár sem að ég mjög spenntur að heyra hvernig á að skera. En mér finnst ríkisstjórnin líka hún búin að vera svolítið duglega að flækja sig í sínum eigin loforðum og svona gassagangi í kosningabaráttunni. Til dæmis bara með það að lofa ætla að koma með sleggjuna og verðbólguna og nú hún í vanda því að ég meina hvað þetta plan sem hún sagðist vera með sleggju fyrir eða þá húsnæðismálapakkin sem þau voru að stæra sig svo af og það svona töluvert minna heimtur heldur en kannski maður hefði haldið og mér finnst það svolítið að sama á teningnum hérna í því sem þú segir þetta svona að hluta til arfleið fyrir ríkisstjórnar. Ég meina í kosningabaráttunni þá voru þessi rauðu ljós farin að blikka og þau voru farin að blikka allt svakalega og þessi flokkar vissu það alveg labbandi inn í þetta kjörtímabil að þau tækja ekki við góðu búi og að það væri ekki góðir tímar framundan í efnahagsmálum en þau leiðu sér ekki að viðurkenna það og opinberlega að tala þannig að þetta er erfitt. En þú veist, þú getur samt ekki leyft þér að vera með eitthvað óskikki þegar þú ert að lofa kjósendum hérna við ræddum þessum efnahagsmálum hérna og þú veist að það er alltaf leiðin í skrúuna og þú ert ekki tilbúin að viðurkenna og segja, við þurfum bara að grípa til hérna X, B og Y aðgerða. Þau eru náttúrulega líka flekkin í það að þau voru að hækka enga skatta þannig að það er ekkert verið að sækja heimtur til þeirra sem að kannski mestar hafa tekjurnar í staðinn en að taka það út í þessum kílómetragjöldum sem svo íta upp þessum verðbólguvísum og það er náttúrulega bara eins og ég segi, mér finnst þau fast í þessum vef sem eitthvað við lofum rosalega miklu og við erum bara svolítið fast. Ég ætla að leyfa mér að vera aðeins ósammála þessu þegar þessi ríkisstjórn tók við það var ekki allt á leiðin í skrúfuna verðbólgan var búin að vera á bara nokkuð stöðugri niðurleið yfir lengri tíma vextir, þú horfir á þetta næstum því Batmaninn þetta var alveg komið hérna og var bara tiltölulega hröðu lækkun verðbólgu vaxtalækkunarferlið var hafið það voru búin að vera, hvað held ég, 2 vaxtalækkanir áður en þessi ríkisstjórn tók við. Úr 9,25. Frábært. En það þurfti að ná verðbólgunni X niður og það var aðdragandinn að því. Við skulum bara vera sanngjarn. Það var ekki allt á leiðinni í skrúfuna, það var allt á leiðinni í rétta átt. En ég held að, síðan koma þau með sín í raun, sína fjármálaáætlun, sína fjármálastefnu. Jú, vissulega ætla að flýta þessum hallalösu fjárlögum 1 ár en höfum það í huga í þeirri stefnu sem var frá fyrri ríkisstjórn þá var möguleiki á að hallin næðist niður inn í svona sviðsmyndagreininguna á þessu sama ári þannig að það var ekki mikill munur stöðugleikareglan kom en það eru ýmsir liðir sem að standa fyrir utan hana sem eru fjárfrekir og bara eins og Seðlabankinn benti sjálfur á þó að peningastefnunefndin að þó svo að ríkisfjármálin séu ykkur jafnvægi innan þessara reglu að ef að útgjaldaaukningin er mikil þá skapar það þrýsting og það var töluverð útgjaldaaukning, raun útgjaldaaukning í þessar ríkisstjórn utan stöðugleikareglunar sum er alveg afsakanleg og eðlileg og skiljanleg en það voru þarna þættir inni sem voru ekki góðir og eitt af því sem að stendur fyrir utan stöðugleikaregluna
skattaregluna eru þær breytingar eins og var fjallað í grein í vísbendingu hjá þér. Já, takk fyrir að benda á bótum úr almannatryggingakerfinu. Og nú stendur til að fara að tengja það við launavísitölu með verðtrygginguna sem grunn, eða svona annan baklás. Og þarna hefur maður bara verulegar áhyggjur á því hvernig þróunin gæti orðið. Þannig ég held að þessi ríkisstjórn, það hafi verið svona, það er ýmislegt sem hún hefur gert vel, en það er annað þar sem að, og ég held að mjög miklu leyti heyri undir flokk fólksins, alls konar hugmyndir sem að koma þaðan sem er ekki nógu góðar. Útgjöldin voru mikil núna, skattahækkanirnar sem að koma núna áramótin voru á röngum tíma og það er ástæða þess að við erum í bakslægi, það er ekki það að þau hafi tekið við vonlausu búið eða eitthvað sem að stendi í eitthvað vitlausu átt, það stendi allt í rétta átt, en það byggt út af því. Hvað stendi ekki rétta átt? Til dæmis atvinnuleysi, ég meina það var bara mjög stór kæling á aukið atvinnuleysi, við erum að sjá ýmis merki svona sársaukafulla niðursveiflu í ýmsum greinum atvinnuleysis. Já, en það er hluti af þessu ástandi þú ert að ná niður verðbólgu. Það er kvæmilegt að hagkerfi sé kælt. Ég ætla ekki að rífast nú mikið fyrri ríkisstjórn eða sjóna, en hins vegar verður að benda á varðandi þetta mál núna það að koma loksins á þessu gjaldi, þannig að rafmagnsbílar borgi og allir borgi eftir notkun arfleið af því þegar að ríkisstjórn Katrínar og Bjarna veitir ríkistyrki í rafmagnsbíla sem að þurfi ekki að borga þar með neitt fyrir veganotkunina og síðan fara fleiri og fleiri yfir að það bara rýrði tekjur ríkis og ég var í fjármálaráði á þessum tíma bara milljarða frá ár frá ári og svo núna þarf að En aðgerðir getur verið rétt á þessu röngu tíma. Algjörlega, það er punkturinn. Ég held að sé allir sammála að það þurfti að greipa til aðgerða. Ég veit ekki hvort að þau reiknuðu þetta vitlaust í ráðuneytinu með áhrifin af þessu, þá eru að tala vörugjöldin viðbót, eða hvort það var hreinlega reikna með að myndi slæta með útsölu lækkunin í janúar, en ég veit ekki hvort ykkur finnst betra að verða sem dæmið. Þetta hins vegar en þetta bara þetta eina atriði núna með að þau átta sig ekki alveg á efnahagsástandinu og það svona þegar ríkisstjórnin að byrja þá oft svona stemming yfir þeim eins og að þau verði heppin. Ég menna þegar ríkisstjórn Katrín var mynduð þá var þið máttu ekki bara heyra betur en það bara alltaf jólin í henni frá. Enda fjölgaði stöðut ríkisstarfsmönnum og fjármálaráðherra tíð Bjarna Benediktssonar og útgjöldin júkust og hallin jók, skilur. Þannig að það einhverjir frasar hægri vinstri ekki við og við þurfum að skoða samsetninguna alveg sama hvort það þessi gamla eða núna þegar það bæði búið að lofa að laga nú til í heilbrigðismálunum og skólamálunum og öllu því sem vegamálunum og líka að lofa frá öðrum flokki, ekki skatthækkunum, að þá verður til svona sama klemma eins og hjá fyrir ríkisstjórn og það ekkert mál þegar það góðari og allt slætar með og þú færð 20 milljarða meira í tekjur í uppsveiflinu og þú keyrir uppsveiflinu áfram á ferðamönnum og innflutningi fólks og sleppir því bara að reikna hagvöxna mann. Núna þó byrjað á því en það bara svo margt annað sem núna farið að draga úr. Við sjáum bara tölunum, ég meina Trump, svo við förum til útlanda Icelandair, flugvélun pleit frá hausinn, verði hækkar Icelandair, útlendingarnir hætt að koma, þeir eru dýrara hætt ekki að minnka Íslendingarnir halda áfram að fara út, það að segja efri helmingur Íslendingarna heldur áfram að fara út sem enginn sem morgundagurinn en neðri helmingurinn fær hærri vaxtaafborganir og leigugreiðslur af því að hækkun flug meðan að olli hækkun vísitöluna þeirra, þú veist, þannig að Ég heyra þarna, ekkert ykkar rifið að efnahagsstjórn núverandi ríkisstjórnar. Ég býð spenntur að sjá hvernig gangi. Fyrir að láta eins og þú getur lagað allt sem samfélkingi lofaði að laga án þess að hækka neina skatta. Og þau eru náttúrulega í þessari klemmu að svo eru þau með bara hægri stjórnarandstöðu sem að mun fylgjast mjög grannt með þessu, ekki með einhverjum mannréttindabrotum sem þau stefna á, en alveg sérstaklega þessu. Hvort þau muni hækka einhverja skatta og þau muni lemja þau með allt kjörtímabili. Þannig að þau eru bara fast í því að geta einhvern veginn ekki stemt stigu bælt á verðbólgubáli þar sem að það
hátt varðandi þenslu fyrirtækjana bæði í verðlagi og arðgreiðslum og öðru. Það er ekkert hægt að gera í því. Það er mjög takmarkað að gera í þeim sem að þiggja sínar helstu tekjur bara í útsvari og það stendur ekki til að gera mikið í því. Ekki útsvari afsakið í fjármagnstekjum. Ég er að rugla saman, þeir borga ekki útsvar. Þetta er bara svona, núna er þetta bara eitthvað svona hrærigrautur eins og þetta var síðast. Og þá endar oftast með lægsta lélegasta samnefna. Við höfum sagt það hérna, ég hef sagt það, mér fannst það ríkisstjórnin að koma í upphaf þess árs og segja svona, já, planið nú ekki alveg eins og við heldum, sko þetta vandi sem við erum með og þetta ætlum við að gera og kæmi svona og reyndi að svona tala þjóðina með sér í ykkur aðgerðir. Mér finnst að koma bara daðir ykkur í vörn í þinginu og svo þetta viðtal við Kristrún þar sem hún var að tala að sko verðtryggingin væri ástæðan og hún ætla að gera eitthvað eftir 1 ár til þess að ná niður verðbólgu. Það fannst mér vera eiginlega toppurinn á þessu sem ég var að segja áðan að við erum sem þjóð og það er samfara það að verðbólgan er bara höfum verkefni okkar allra saman og það bara hver sem getur valið hvað það mál sumir finnst að vera ómklar hækkanir á vinnumarkaði, öðrum finnst að olíufélagin hækka of mikið. Ég man eftir viðtali við Sigmund Davíð á Arnarhóli þar sem að sagði þetta að vera hælisleitendum að kenna og svo kemur hérna Kristrún og segir þetta sé verðbólgun að kenna og þá hugsa maður býtu, erum við ekki að ná því sem þjóð erum við ekki að ná því sem þjóð að geta setið yfir þessu máli og svona greint það allavega við sem sammála hvað veldur þessari tilteknu verðbólgu sem við erum að glíma við núna og hvaða möguleika höfum við til þess að fást við það, hvaða tæki höfum við. Mér finnst það bara umræðan bara ekki komið þangað þessunni. Ég benti á þetta í leiðarunum í vísbendingunni sem Andrea myndist á og það er svolítið furðulegt þegar hagfræðingastéttin telur að það séu hækkunin á örorkulífeyri og grunnellilífeyri eða þá kjarasamningarnir sem Villi gerði upp á 3,5 til 4% að þetta séu, eða núna nýjasta kjarasamningar kennara, að þetta séu aðal ástæðunar sem haldi uppi verðbólgunni í landinu. Við verðum að ná að fara að tala hlutina meira aðgreind og meira viti. Við erum nýkomin að fara úr bara að horfa hagvöxt og geta núna með þessari nýju ríkisstjórn fara að horfa hagvöxt á mann. Þetta var gert fyrir meir en 15 árum í öðrum löndum. Fyrir 10 árum var byrjað að fara að tala inclusive growth, inngildandi vöxt sem væri mikilvægast atriði, að það væri ekki vöxtur, meiri segja vöxtur á mann, sem að væri að leiða til þess að efri hluti, ef við tek K-grafið, efri hlutin fái bara vöxtinn og neðri hlutin þrengist. Þetta lá fyrir hjá IMF, OECD, og þá var byrjað fyrir 10 árum að flokka hagtölur í tekju 10 eða tekju 15. Ég er ennþá að bíða eftir að fá allar hagtölur frá Hagstofunni og Seðlabankanum, áhrifin af aðgerðunum niður á svona grúpp, segjum bara 15. Hvernig áhrifin af þessu á efsta 15, 20% tekjuhæstu versus áhrifin á lægsta 15. Þetta er bara mæleiningar frá OECD sem eru birtar svona núna af því að það er langt síðan við lærðum vandan af meðaltölum og langt síðan við lærðum líka jafnvel meðaltölunir á mann ekki nógu góð mæleining. Þannig að við verðum að uppfæra okkur. Við erum með hagfræðinga í Seðlabankanum, í fjármálaráðuneytinu, prófessor og 2 hagfræði og svo erum við hagfræðing sem forsætisráðherra. Þannig að þau ættu að hafa þekkingunni í að gera þetta. Já, við líka með hagfræðinga í ríkisstjórninni. Já, og á bankunum. Verðbólgan því hún nefndir þarna að taka og segja að þessi segir að þetta sé ástæðan og þessi segir að þetta sé ástæðan. Verðbólgan er náttúrulega bara flókið fyrirbæri og allt þetta sem þú nefndir spilar inn í ástæðuna að einhverju leyti. Þú munt aldrei geta tekið eða sjaldan held ég geta tekið bara eitthvað svo einangraðan hlut og segja bara þetta er ástæðan fyrir verðbólgunni. Þetta er bara flóknara en það. En hins vegar er það þannig að það er mjög mikilvægt að, eins og við talið að þetta samtal þjóðarinnar, allra aðila sem hafa áhrif inn í þessa verðbólgu, að það eigi sér stað og þess vegna fannst mér svo svolítið sérstakt að sjá Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra, hann bara segja að hún ætla ekki að svara bréfi sem að kom frá samtökum atvinnulífsins sem er kallað eftir einhverjum svona samráðsvettvangi. Hún vísar til þess að það sé eitthvað þjóðhagsráð og þannig
Ég held að samtali þar bara ofboðslega takmarkað. Það þarf og það takmarkaður vettvangur í eðli sínu. Það þarf mjög nauðsynlega eiga þetta samtal og ég hefði vilja sjá hennar viðbrögð við þessu erindi. Ég sá að afrit af þessu líka sendir á alþýðusambandi. Ég hefði vilja sjá betri viðbrögð hjá henni við því að þetta samtali eigi sér stað því ég held að það sé algjörlega nauðsynlegt. Ég held að nauðsynlegt að ríkisstjórnin hafi eitthvað sem að bera ábyrgð á kjarasamningunum og það var gallinn við síðustu ríkisstjórn. Katrín Jakobsdóttir var svona svo sem að lögðu áherslu á að landa þessu samningum með Villa og Sólvön og félögum og lagði töluvert á sig við það. Þegar hún hætti svo bara korteri seinna þá var þetta alltaf heimilislaust mál af því að þegar þú gerir svona 4 tíma samninga ef þetta var hluti af efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar þá þarf að fylgja þessu eftir og segja heyrðu já við verðum líklega að bæta í barnabætuna til þess að gera þetta við þurfum að gera þetta til þess að halda þessu til þess að halda friðin í þessu 4 ár. Hún hætti ekki alveg korteri seinna hún hætti 24 og lífskjarasamningarnir voru 19. Nei, þetta eru samningarnir. Hún hætti 5 hún fór í framboð bara korteri 2 mánuðum seinna held ég. Og skólamáltíðina lækkuðu vísitöluna bara dæmum ekki að ég sé það er aðgerð sem hún stóð fyrir það sem að ríkisstjórnin virtist ætla að gera eitthvað til þess að halda samningun en síðan þá hefur eiginlega enginn haft þetta sem sitt verkefni. En það er mjög tímabundin lækkun og það sem að slíkar aðgerðir hafa í för með sér af því að þetta eru lækkun skólamáltíða eða ókeypis skólamáltíðir fyrir alla. Það er ekki markviss aðgerð gagnvart einhverjum hópum sem þurfa á því að halda. Þarna eru börn foreldrar sem sannarlega hafa ráð á því að greiða þetta sem eru að fá þetta ókeypis. Það sem að gerist með þessu svona víðtækum ómarkvissum aðgerðum sem að miða ekki ákveðnum hópum er að þú eigur undir eftirspurnina. Við erum alltaf í fortíðinni, ég taka dæmi bara nýlegt úr vikunni þá, varðandi Kópavogsleiðina eða samtaka atvinnulífsleiðina í Kópavogi í rekstri leikskóla sem að dreifa sig núna. Þar vandinn í Reykjavíkur leikskólum vegna þess að það byrja að hafa hérna góðu samkeppni leikskólakennara og setja á eitthvað kerfi sem að ég fór nú bara að setja minni í þetta því ég er aftur orðin afi þá fyrir maður að hugsa börn sem þurfa bara að fara að komast inn í ástand sem hefur rosalega lítið breyst frá því þegar ég var fyrir 30 árum með börn en nema að að núna er einhvern veginn búa til kerfi sem ég er ekki alveg búið að skilja það sem að það aftur lendir á held ég eins og ég skilða en þeir sem eru á eflingarsamningum og þurfa að borga fyrir vistun fyrir 8 tíma vinnuna sína eru að bera byrðina af því að reyna að lokka leikskólakennara til starfa og við erum einhvern veginn komið ófremdar ástand upp á nýtt að því það var beitt einhverjum svona sérstækum aðgerðum í sérstökum bæjarfélögum með heiti á og afar og ömmur farin að sækja krakka á leikskólan sem getur verið fínt til þess að foreldrarnir geti verið á ódýratakstanum eða ókeypistakstanum. Þetta er samúðgerðum í námslánum þegar lín var lagt niður og það var settur á styrkur fyrir hlutana og svo 4% vextir pluss verðtryggingu á hinn lánin sem gerir, við búum til kerfi sem hagnast einhverjum sérstaklega vel sem eru í góðri aðstöðu en einhvern veginn gleymist að hugsa hver eru heildaráhrifin af þessu fyrir þá sem treysta á kerfinu raun og með leikskólana þá er bara rót vandans stytting vinnuvíkunar og maður heyrir það bara til dæmis á Sólveig Önnu að bara hennar fólk það bara vill losna undan þessu. Þetta er svo spítalanum líka stytting vinnuvíkunar. Þú kemur þess að stytting vinnuvíkuna að meðan að það eru allir aðrir ef að samfélagi allt er ekki bara komið þangað að þá er eftirspurnin eftir þjónustunni meiri þetta þú ert að setja inn í mönnunar vanda nú þegar þannig að þetta eykur gríðarlega álagið á starfsfólkið í leikskólanum. Önnur leið var að fjármagna leikskólana betur. Við kenna að þetta er grundvallar þjónusta sem að sveitafélögin eru raun bara að reka
að miklu leyti upp á sitt einstæmi og eru að taka mismunandi nálganir í því hvernig þau koma til móts við það. Þetta er rosalegur útgjaldaliður og þetta er ekki viðurkennt sem þessi grunnþjónusta samkvæmt lögum sem sveitarfélög eiga að veita, þessi lögbundna þjónusta. Og þetta, ég held að standi til að breyta þessu, mér skilst að allavega talaði Samfylkingin og það fyrir kosningar, ég veit ekki, kannski er það skoðun. Það er eitt. Að setja allavega inn í lögbundnu þjónustu sko lögin, en ég meina það þýðir ekki endilega að komi meira fjármagn með þessu, Guð hjálpa okkur, það er náttúrulega búið að endalaust setja lögbundin verkefni á sveitarfélögin án þess að láta þau fá peningana sem þau þurfa fyrir því og án þess að gefa þeim frekari tekjuöflun að tækifæri heldur en þessa fasteignaskatta sem að þeir svona reka sig að mestu leyti á. Þannig að þetta er svona líka svolítið snúin vanda viðurkenningi að þetta er grunnþjónusta sem við þurfum öll á að halda og við getum farið í það að leika eitthvað blame game á mismunandi sveitarfélögum hvernig þau eru að díla við leikskólavandann sinn og ég er alveg sammála, mér er mjög problematist kerfið á Kópavogi út af því að það setur fólk sem er bara ekki með sveigjanlegan vinnutíma sem á oft við fólk á lægstu laununum í þá stöðu að þurfa að borga miklu meira í leikskóla heldur en aðrir. Að því sögðu, þá þarf einhvern veginn að koma til móts við styttingu vinnuvikuna sem er kjarasamningsbundin og búið að ákveða þetta. Ég meina, þetta er svona hjá mér í Mosfellsbæ líka. En talandi svona þar er Viðreisn og Samfylkingin við völd, sko, þetta er ekki bara eitthvað sjálfstæðisflokksdæmi, þetta er bara í tísku. Til þess að við getum verið sammála hvað við erum að tala, þá eru búin að vera að gera breytingar í Kópavogi og Akureyri og Mosó og víðar. Og við getum alveg gert kannanir á því hvernig þetta hefur reynst. Nefndur Vili Birgis, hann var í vikulókunum í gær og boðaði þar könnun sem hafi verið gerð á Akureyri sem dregur fram að einmitt verkafólk kemur langvest út úr þessu. Já, ég get vel trúa því. Já, en akkur gerum við ekki svona kannanir og svona, akkur er alltaf verið að ræða mynda okkur svona hugmyndalegum grundvelli. Akkur skoðum við ekki bara, ef það er þannig að við verðum að stytta tímabannana, það leiðir til þess að verkafólki sem getur ekki framfleytt sér á tvöfaldri vinnu, að það getur ekki unnið eins og eina vinnu, að þá verður það að bregðast eitthvað við því. Það getur ekki verið góð niðurstaða. Það varpa vandanum yfir á það fólk. Að bara viðurkenna að þessi stytting vinnuvikunar er falleg hugmynd og þetta kann að hafa verið að þetta bara mislukkaðist algjörlega og bara að taka þetta tilbaka og vinna út frá því. Ég persónulega sé ekki að þú hendir einhverjum miklum peningum inn í þetta kerfi, hvað nákvæmlega það að leysa, hvert á þessi peningur að fara, hvað erum við að tala um? Og hvað svo? Horfum bara rót vandans, hvaðan kemur þetta? Stytting vinnuvikunar. Þetta er bara algjörlega misheppnað fyrirmæli. Myndir þú sem stjórnmálamaður leggja til að draga tilbaka? Vandi í leikskólamönnun er búin að eiga sér stað í mörg áratugi fyrir styttingu vinnuvikuna. Þetta er bara enn ein hindrun á þessum vegi að finna út úr því hvernig við höldum almennilega utan með þetta og ég held að fyrst að skrifa sig að viðurkenna að þetta er samfélagsleg grunnþjónusta, það þarf að fjármagnuna sem slíka, það þarf að viðurkenna að það er rík fjárþörf, þetta hefur ótrúlega mikið gildi fyrir samfélagi, alltaf við getum verið með góða leikskóla sem eru vel mannaðir og ef við erum að tala öryggi barna sem ég skildist að við ætluðum nú að tala þá skiptir það líka öllu máli fyrir öryggi barna okkar að leikskólarnir séu vel mannaðir með starfsfólk sem er ekki búið að vinna yfir sig af því að Guð hjálpi mér að vera með 20 leikskólabörn yfir dag, myndi ekki að óska mínu versta óvinni. Og við getum vel gert þetta bara ef við myndum innheimta sömu skatta á fyrirtæki og fjármagn og við gert í Norðurlöndunum. Þá ættum við vel fyrir þessu. Já, eða þú veist, við myndum leyfa sveitarfélögum að eignast hluta virðisauka eða eitthvað skil. Það er til margar leiðir til þess að díla við aukna fjármögnun og sveitarstjórn. Í hvað á þessi peningur að fara? Hvernig á þessi peningur og mönnun á leikskólum? Ok, það ætlum ég að segja eitt. Það var verið að hækka laun kennara. Getum við að rætt það? Verulega. Það er ekki að leysa þennan vanda. Horfum á það að til þess að verða leikskólakennari þá þarftu 5 ára háskólanám. Það var gert til þess að einhvern veginn að hugmyndin var svo að það myndi þá réttlæta hærri laun og myndir einhvern veginn lengja námið. En það hefur líka fráhrindandi áhrif á fólk að fara í gegnum þetta nám. Og maður hefur heyrt gagnrýni innan úr bara þeim frá nemendum að þau séu ekki einu svona að læra eitthvað gagnlegt á þessu 5 árum. Þú veist, þessu bara eitthvað að tína orma og fara í eitthvað leiki og bara þú veist, hvernig væri bara að hafa námið Láta viðskiptaráður eitthvað fósturskóla. Það var viðtal í Mogganum bara nákvæmlega þetta sem var bara nemandi í þessu, sem var bara hvað vitleysa er þetta. Hvernig væri bara að
hugsa að fara bara aftur tilbaka af því að háskólagráða á ekki endilega vera eitthvað sama sem hærri laun. Lang flestir starfsmenn leikskólana eru ekki leikskólakennara. Við erum að tala um konunarnar Sólveigu Önnu, eru þau sem eru að bera þetta uppi. Herði, sko, ég er búin að vera með viðtal hérna við konu sem er í sem sagt, kennslu í háskólanum einmitt í þessu og Haraldur Gíslason formaður sko, félags grunnskólakennara þau eru að því sko, ef við þá ekki að vanta lækna líka, ef ekki bara stytta námi þeirra líka og þau fara rök fyrir sínu starfi að þetta er kennsla, þetta er leikskóli. Já, ég er ekki að gera lítið úr því en hins vegar miðað bara þá gagnrýni sem að hefur komið, hvernig námið er uppbyggt og líka bara að ástæðan fyrir að var lengt var ekki af því að það var einhver akademísk þörf fyrir því, þetta var svona verkalýðspólitísk kjaramál, þú veist eitthvað, ef þetta væri meiri lengra náma bak við það að þá getur einhvern veginn réttlætt hærri laun, ekki það að væri þörf á að lengja námið. Ég bara aftur í sko mismunandi stöðu og annað þetta en ég meina fyrir aftur í mönnunarvandi leikskólana á sér lengri rætur heldur en lengi kassa háskólanáms og á sér lengri rætur heldur en stytting vinnuvikana og ég held að grunnrótin sé svo að þetta hefur bara ekki verið viðurkennt sem verðmætt samfélagslega nauðsynlegt starf fram að þessu rammin í kringum, ég er ekkert endilega að tala um að hérna, leikskólakennarar þurfa að vera með launin upp í topp til þess að þetta fungeri vel en ég er að segja, það þarf samt að vera viðurkenning á því að þetta er grunnþjónusta og hingað til hefur það bara ekki verið viðurkennt það er allavega ekki viðurkennt með lögum þetta er ekki lögbundin þjónusta sveitarfélagana þau fá ekki eyrnamerkt fjármagn til þess að sinna þessu þannig að það fer bara eftir hverju sveitarfélagi fyrir sig hversu vel það getur sinnt þessu og hvers konar þjónustu það getur boðið upp á þetta veldur líka ákveðinu samkeppniskapphlaupi á milli sveitarfélagana hver getur boðið bestu kjörin Ég veit ekki alveg hvort að þetta er góðu samkeppnismarkaður. Það sem að við erum einhvern veginn, það skiptir máli hvar þú býr, hversu góða þjónustu börnin fá, hversu mikið öryggi börnin njóta. Við höfum alveg séð bara dæmi um það að það skiptir gríðarlega miklu máli að leikskólandi séu vel mannaðir. Ég held að stytting vinnuvíkunar hafi áhrif á heilsu og getu starfsfólksins til þess að sinna sínu starfi vel, án þess að brenna út. Ég segi bara, ég ætla bara að vísa, bara að spyrja Sólveigu Önnu, þetta er þveröfugar áhrif. Já, en það út af því að það er ekki búið að gera neitt til þess að koma til móts við mönnunarvandan sem er til stað. Ég meina, það er allavega þannig í Reykjavík. Heldur þú leysir hann með því að hækka launum 100.000 krónur? Bara, þú veist, þetta þarf að vera ég myndi byrja á því að hverfa frá styttingu vinnuvíkunar, númer 1. Ok, en ég meina Kópavogur og Mosfellsbær og öll þessi módel, það sem þau eru búin að gera er að rukka fólk bara fyrir að vista börnin sín eftir að stytting vinnuvíkunar lýkur og þetta er leið til þess að koma til móts við og þeim tekst að vera með lágmarksmönnun á þessum tíma, þannig að þau, þetta er það sem að ég skilji frá Sólveigu Önnu að sé frekaleiðin, heldur en það að draga tilbaka styttingu vinnuvíkunar. Nei, ég held að það sé ekki rétt. Ég held að hún sé ekki hrifin, eitthvað sérstaklega hrifin endilega af því að þetta sé leiðin. Þetta er hins vegar viðbragð við því. Er að boða. Já, þetta er viðbragð við því, en það sem að gerist þarna, það sem ég held að þurfi, lausnin á þessu, hún þarf að taka til tvenns. Það er annars vegar starfsfólkið á leikskólanum, þetta gríðarlega álag sem er á þeim, en svo er það líka fjölskyldunar. Og þetta viðbragð við styttingu vinnuvíkunar til þess að það bitni ekki á starfsfólkinu, þá er verið að heimfara vandan yfir á fjölskyldurnar og eins og ég segi, það eru bara rosalega margar fjölskyldur sem að þetta hendar ekki og það er eins og þið segið, fólk sem er verkafólk sem hefur ekki möguleika á að vera í sveigjanlegri vinnu, það eru einstæðir foreldrar sem að bera upp í rekstur heimilisins eins og hafa ekki möguleika á að skipta þessu ég segi bara, einstætt foreldri í millitekjum, það nýtur ekki afslátta þú ert bara í millitekjunum þá ertu bara komin upp fyrir afsláttaþrepið þannig að þetta er bara þeir allra lægstu, ég get að lofa ykkur því, einstætt foreldri í millitekjum, það hefur ekki gott það er alveg að dýrt að reka heimili og barn og eitthvað þó þú sért einn versus að vera með 2 tekjustrauma þannig að það eru alls konar hópar sem að falla á milli í þessum kerfum, en Reykjavíkur módelið af þeim módelum sem við höfum séð felur í sér langminnstan sveigjanleika og þannig að þarna er bara vandanum velt á fjölskyldunar í dag er vandanum velt á starfsfólkið í mínum huga, ef þú ætlar að reyna að ná utan þessa 2 hópa, þá er bara þessi stytting, þá þurfum bara að gangast við því og horfast í augu það að þessi stytting vinnuvíkunar var mistök, það gengur ekki upp en ef þú taka tilbaka fyrir allar starfsstéttir bara ganga tilbaka með læknara líka taka af þeim bara, ég meina mín er ekki að fara tilbaka hérna í kjarabótum almennings og bara, eigum við að vinna okkur til dauða bara til þess að við getum haft hérna þú vinnur þig ekki til dauða þetta er ekki slíkur höfumunur
munur, Ég ætla að benda á, sko, að það sem að önnur lönd eru farin að gera, við erum nýbyrjað að reikna á hagvöxt á mann, en það er, sko, hægt að reikna þeir á hagvöxtur á vinnustund, það er að segja hagvöxtur á þegar þú ert að bera saman Bandaríkin og Evrópu til dæmis, að Bandaríkin sem meiri hagvöxt, jafnvel hagvöxt á mann heldur en Evrópa, já, það er 2 vikna sumarfrí á móti 5-6 vikna sumarfrí, þannig að þú reiknar bara hagvöxt niður á hvað þú þarft að vinna mikið, að þá held ég nú að tillagan um að lengja aftur vinnuvikuna sé kannski ekki leiðin. Við þurfum að fara að hugsa aðeins smartar og við hljótum, alveg eins og allir skólar geta tekið við 6 ára börnum, þá hljótum við að geta leyst það sem ég áttaði mig ekki á að vera svona flókið verkefni að hafa tilbúna leikskóla fyrir börn þegar þau eru ekki lengur í fæðingarorlofi hjá foreldrunum og að það sé nógu mikið starfsfólk. Ég meina, við vorum hér með atvinnustefnum að byggja upp alþjóðlega fjármálamiðstöð og við erum ennþá að mennta fjölda viðskiptafræðinga og lögfræðinga í samræmi við þá atvinnustefnu og erum líklega að eyða allt og mörgum peningum í þá menntunarflokka versus leikskólakennara menntunarflokkin. Ég meina, það er bara að fara yfir þetta og laga til og skipulegja alveg eins og við eigum að geta á styttri tíma en 20 árum útrýmt einbreiðum brúm á hringveginum eða skilur byggt borgarlínu þannig að séu almenningssamgöngur en ekki bílasteppa. Þú veist, aðrar borgir ráða við þetta. Ég meina, þú veist, við erum farin að fá smit á starfsfólk á bráðamóttökunni og nýji spítalinn á að vera tilbúin hvenær, 2032, þú veist, og við erum ennþá að rífast um að hann sé á röngum stað og við vorum að við frestuðum honum, þú veist, og þetta er bara, þetta gengur ekki að hérna. Ég meina, leikskólar eru grunnþjónusta, við ættum ekki að leysa þetta, við ættum ekki að þurfa að vinna meira til þess að njóta betri grunnþjónustu, við ættum alls ekki að fara tilbaka í auklegar vinnustundir. Ég meina, atvinna er bara einn takmarkaður hluti af miklu verðmætara lífi heldur en það hversu marga klukkustundir við skilum inn í einhvern vinnubanka og það er bara framþróun mannkyns að detta úr sko 80 tíma vinnuviku og fækka þeim bara markvisst út af þegar maður á ekki að þurfa að vinna meira en helmingina ævinni til þess að geta notið lífsins sko. Eða ég meina það er allavega mjög. Hvernig vilt þú skapa verðmæti í samfélaginu? Það er bara hægt að skapa, við erum alltaf með bara, ég bara spil. Já, við fara aftur í 80 stundum vinnuviku. Ég er ekki að segja það. Nei, ég meina við sköpum frekar verðmæti þegar það er gott jafnvægi á enga og atvinnulífinu, skilur. Það er bara miklu meiri prót. Hvað þau eru að skapa mikið verðmæti? Bara, sorry, ég meina ekki munin á 36 tímum á viku og 40 tímum á viku í þessu samhengi. Þú sér það þegar þú ert farin að vinna 36. Ég bara vil yfirleitt fleiri en 40. Það er ekki stytting vinnuvíkunar hjá blaðamönnum sko og hérna helst er þetta bara hjá opinberu starfsmönnum. Jú, ég veistu, ég sé munin á því vegna þess að af því að þetta er hjá opinberu starfsmönnum og kannski þeir sem hafa aðalega unnið í slíkum störfum sjá það ekki að fyrir venjulegt vinnandi fólk sem að þarf að vinna 40+ tíma á viku og ætlar síðan að sækja sér þjónustu hjá en opinbera, það er ómögulegt af því að hið opinbera, það er allt í styttingu fólki í vinnuvíkunar, afsakja orðbragði. Þetta bara gengur ekki upp, þetta er bara algjörlega galið. Við leysum þetta ekki hér. Afsakið orðbræði. Ég er hægt að gera svona spól tilbaka og bíp. Ég lit F-orðið falla, held ég fyrsta skipti. Smári, hvað þú gefur mig merki? Nei, ég heyrði að Þórður Sunna vildi ræða meðferð á börnum og líklega bakkagott. Já, ég skildi þess að við varum á leiðninga til þess að ræðum það. Já. Erum við að síða á seinni hluta núna? Já, en svona, verður róleg. Nei, hvað hérna? Ég er alveg sallar róleg. Já, þetta er náttúrulega ömurlegt, bara þetta er ömur. Hræðilegt mál, en ekki það fyrsta. Nei. Og þeir eru að fara að tala um Epstein-skjöluna eftir, sko, mér langaði bara að segja, í sambandi við þetta, ég meina það var tekið meðvitað ákvörðun að rannsaka ekki fleiri heimilið og rannsaka ekki sveitabæi og skoða ekki fósturheimili og fleira. Þegar við vorum í þessari vinnu í þinginu fyrir bara alls ekki svo löngu síðan. Það var líka tekin meðvitað ákvörðun að einhvern veginn bara henda í ruslið rannsókn á Varpholtsmálinu, stelpunum sem stigu fram í, hvað heitir þetta, Laugaland og Varpholtsmálinu. Í raun bara svona ákveða að dismissa þér sem að stigu fram þar, gera ekkert með það mál og bara svona endurtaka áfalli sem þeir eru fyrir og ég held að við verðum að fara að horfa svolítið í augu, ég meina þetta er ekkert eitthvað sér íslenskt vandamál, sko, það er bara ákveðin svona samfélagsleg plága
að finnast ofbeldi gegn börnum léttvægt þótt að við tölum það í aðra höndina sem mjög alvarlegt að þá samt ekki sko við þarfum gagnvart því að það þurfa að fara í einhverja kerfislega skoðun, það þurfa einhverja að bera ábyrgð á því, það þurfa að taka einhvern veginn virkilega af skarið með að koma í veg fyrir að þetta gerist aftur, þú veist, að því að við erum að sjá þetta koma upp aftur og aftur og aftur. Það ekki verið að fara í nógu kerfisbundnar rannsóknir á þessu og það bara ekki nógu alvarlegar afleiðingar af því að misnota börn, hvort sem það kynferðislega eða líkamlega. Og við sjáum þetta með símina einhver yfir Braga Guðbrandsson sem stýrði nú eftirlitsstofnuninni með barnaverndarmálum á Íslandi og það komst upp þvílíkt misferli að hans hálfu og hann sendur í barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna til að losna við hann. Þannig að hann bara verðlaunaður, skilurðu, með kurs í starfi í útlöndum. Ef að tala Robert Downey sem að misnotaði unglingstúlkur og fekk bara, fangelsisdóm. En hvað fekk hann svo? Hann fekk lögmannsréttindin sín aftur tilbaka af því að Hæstiréttur sá bara ekkert athugavert við það að láta mann sem var með sko heimilisfangabók 300 stúlkna í fórum sínum týndist hún týndist í sönnunargagnadeild lögreglunnar með tölum eftir nöfnunum með aldri stúlknana sem að voru allar undir lögaldri það var aldrei haft samband við þessar stelpur. Lögregla var með símanúmerinn hjá þeim öllum. Það eina sem gerðist var að hann þarna sakvældur, hann fer í fangelsi, svo fær hann þessa uppreist æru sem hann sprengdi vissulega eina ríkisstjórn. En Hæstiréttur fannst samt ekkert athugavert við að láta hann fá lögmannsréttindin sín aftur. Og hvað gefur lögmannsréttindin til dæmis aðgang á barnahúsi? Eða rétti þess að innheimta skuldir? Hvernig getur að láta mann sem búin að sýna fram að hann sé þetta mikill predator fá þessu völd í samfélaginu. En þetta gerum við aftur og aftur. Við hendum hlutum undir teppi af því það óþægilegt að láta fólk svara til saka fyrir það að hafa misnotað börn og við þurfum að fara að horfast í augu við. Þetta hluta miklu stærra vandamáli sem það. Konum heldur ekki trúað. Þetta bara svona, þetta spurningu að taka á ofbeldismenningu í samfélaginu sem að gengur út af það að það þægilegra að líti hina áttina, að grafa undan trúveruleika fólks, að hlusta ekki, að afneita heldur en að taka á ofbeldismenningunni sem að ekki bara í okkar samfélagi heldur út allan heim. Og við höfum ekki notað þessi tækifæri sem komu eins og Breiðavíkurmálið og fleiri og fleiri. Nei. Ég meina það var farið í einhvers konar vinnu og svo tekið meðvituð ákvörðun að skilja eftir það vita fullt af málum í þessu risamengi hér, allir þessi fósturheimili, allir þessi bóndabæir og x fleiri svona heimili og það bara, þið getið lesið í greinagerðinu með frumvarpinu sem að ríkisstjórnin leggur til að það verði eitthvað svona almennt einhver almenn svona sanngirnisbóta nefnd búin til, þetta var á síðasta kjörtímabili, að þar kemur bara fram, en hér með lokið afskiptum af bara þessu dóti, við erum bara hætt að greiða bæti fyrir þetta, við erum hætt að pæla í þessu, þó að við vitum að sé bara fullt af óskoðuðu dóti og miða við fjölda mála hér, hlýtur að vera slatti hér, skilurðu, en við erum bara ekki til í að leggja hvorki peningni orku í það. Ég meina, og þetta bara kemur skýrt fram í þessari greiningar. Eins og getum við mikil verðmæti texta að hjálpa börnum, svo sem að hafa lent í. En ákvörðunum var tekin á því að við lögðum að staði í að veita sanngirnisbætur, en áttum okkur svona á því að málið miklu starra og þetta verði svo opin tekki og við erum að skrúa fyrir þetta. Það svo fjármálaráðuneytið hefði samið þetta svo. Já, alveg pottet sko. Á vondum degi. Já, ég meina þeir til þessi vinna við þetta, að skrúa fyrir. En þetta virðist ekkit alltaf eða sko núna kemur bakkakott og það ekkit skárra heldur hirmálin. Nei. Og við vitum ekkert. Ég meina það almennt bara stórhættulegt að taka börn af heimilum sínum og vista þau á stofnun eða hjá fósturforeldrum. Það stór eykur líkurnar á því að börn verða fyrir misnotkun bara þegar þau eru með stjúppappa frekar heldur en annað. Ok, við getum ekki rannsaka alla stjúppappa heimsins, þetta flestir bara frábæri, skilurðu. Ég alls ekki og það eins það líka með fósturheimilin bara svo það sé á hreinu fósturheimilin þetta í lagi en eftirlitinu hefur verið ábútva. Það sérstaklega þessar stofnanir og ég sérstaklega tala stofnanir þar sem börn eru senda eitthvað út í raskat
og þau eru geymd þar af því þau eru til vandræða eða foreldrarnir eru til vandræða og ríki tekur bara ekki nokkra einustu ábyrgð á að tryggja að þar séu aðstæður þeim öruggar og góðar. Og er ekki til að borga þeim skaðabætur þegar kemur í ljós að það er bara búið að lemja þau í stöppu á meðan þau voru þarna, skilur. Ég meina, þetta bara næri ekki nokkra átt, sko. Og svo voru að senda í einkaþóttur líka, útlenskbörn. Já, fyrir utan náttúrulega hvernig við komum fram við útlenskbörn. 2 vikna gamla tvíbura sem voru teknað með keisaraskurði. Ég var 9 orðin afi og á 3 ára afadreng líka og svo sé ég fréttir af þessu sem að koma ekki. Núna, halleluja fyrir okkur, geggja, frábært, flott. Svo ætlum við að setja börn í öryggisklefa, það stendur til. Það var að setja börn í öryggisvistun. Sko, ég meina þetta frumvarp sem er í gangi núna varðandi flóttabörn, eða þar að segja flóttamenn og í raun hvaða útlending sem er á Íslandi sem að gæti átt yfir höfðu sér að vera vísa á landi af því að þannig er lögin settu upp. Það má vista hvaða útlending sem að gæti átt yfir höfðu sér að vera vísa á landi í þessu fangelsi og það má beita því töluvert alvarlegri þvingunaraðgerðum og með miklu lægri þröskuldi heldur en fólk sem hefur verið sko dæmt til fangelsisvistar og þar á meðal börn, skiptir ekki máli hversu gömul. Það má vista þau alltaf 9 daga, samkvæmt þessu frumvarpi, ég þurfa nú einhvern veginn að veðja, við förum fram yfir það og það má vista þau sko í 3 daga, það má framlengja 3 ef foreldrar þeirra eru ekki samvinnufúsir, þannig það má refsa börnum fyrir aðgerðir foreldra þeirra sem er bannað samkvæmt barnasáttmálanum og það má geyma börn í öryggisklefa, það má reyndar ekki ólaðu niður eins og foreldra þeirra, þannig að það er allavega mannúð í því, en það má vista þau í öryggisklefa það má aðskilja þau frá foreldrum sínum og vista þau í öryggisklefa og það má taka dómsmálaráðuneytið alltaf 4 daga að komast að niðurstöðum hvort það sé réttlætanlegt að vista börn í öryggisklefum. Ég ætla að skipta umræðefni aftur og það er ekki að fara frá þessu umræðefni að því að við höfum átt að tala um Grænland og svona hótanir Trump að taka við Grænland og tala við alls konar fólk Grænland en Ásgeir Brynjar fór til Grænlands. Nei, fórstu ekki til Grænlands? Ég fór ekki, Auður Jónsdóttir Grænlands. Ég ætlaði bara að auglýsa heimildina smá. Ég skrifaði bara eina grein, þær síður af 36 síðum Grænland í heimildina. Heimildin kemur út frá Grænlandi þessa vikuna. En það er alveg efni líka í annan þátt að uppgjörið á bara, hvers vegna Trump réðst ekki inn í Grænland og hvernig þið var snúið við. Það var nú mín litla grein efnahagsmálin en þær töluðu við og Golli fór með að taka myndir, talaði við fjölda fólks þarna og ég bara, það er efni í marga þætti held ég og ég er ekki sérfæri maður sem hættu við. Nei, ég er ekki heldur á því sko. Nei. Og ég held að hann aldrei ætla að beita hervaldið hana, hann ætla bara að beita hótuninni og hann ætla að hafa stöðuna þannig að Grænlendingar neyðist til að semja við hann. En sko, hvernig ætlum við að geta talað um þetta? Þetta er okkar næsti nágranni. Að Kanada var að opna sendiskrifstofuna. Við erum með sendiskrifstofu. Já, og hvað ætlum við að lána Trump hana til að skipta búninga? Ekki ég má það. Þetta er sko, mér finnst furðulegt hvað við höfum einhvern veginn tekið þessu léttvægt. Það voru, í alþjóðlegu miðlum sem ég les, eru Evrópuleiðtogar. Hvað meinum við höfum haft þetta hellinga fólki sem er alveg á ég er að meina íslensk kannski sko stjórnvöld og íslensk mainstreams fjölmiðlum Utanríkisráðuneytið. Já, hún var ekki nýjasta fréttin það að við erum að fá sendiráð frá Tyrklandi hér á landi. Þeir vilja svo opna sendiráð hér, eða ekki? Og ég held að Þorgerður Katrín hafi sagt að það er bara ekki fyrir að það verði svo og það ég glöggvaði mér nú ekki alveg ástæðunum en það er allavega þannig að það stefnir allt í að svo verði. Það er ekki bara þeirra mál með er ekki að sendiráðinu eiginlega. Við erum með nokkuð sendiráðina sem við erum ekki með sendiráð á móti, það er eitthvað svoleiðis dæmi. Já, það er eitthvað það. Ég meina við erum þá í samstarfi við Norðurlandi varandi sendiráðsþjónustu sko, sem við þá þykjum af þeim. En sko varandi viðbröð utanríkisráðuneytisins, mér finnst líka alveg að þau hefðu mátt vera sterkara en þau voru alveg til staðar. Þetta vandamáli sem að allir Evrópuleiðtogar standa frammi fyrir er náttúrulega þessi yfirgengilega hræsni og leikaraskapur í þeim. Ég meina þau horfa upp á Maduro rænt af venusvelskri grund og landið sprengt í lofti på 100 manns drepin og ég veit ekki hvað, bara svona 100 p bara sem þjóðréttafræðingur brot á bæði rétti þeirra til landamæra, rétti þeirra til fullveldis, hann er friðhelgur sem þjóðarleiðtogi burtsér frá því hvað finnst hann. Frábærlega vel þessar reglur, það skipta gríðarlega miklu máli upp á sko
þjóðréttarlega reglur, þessi international law, þeim viðhaldi á tveimur grunnum, skulum við segja, og þetta svolítið fyndið að þeir talast rosalega mikið við. Annars vegar ertu með einhvers konar þjóðréttarlegar skyldur sem að ríki eru búin að koma sér saman að fylgja, right? Og oftast það þannig að ríki fylgja því oftast, það reyndar ekki við Bandaríkin. Og við höfum verið svolítið duglega að breiða yfir að Bandaríkin, þeim alveg sama. Síðan ertu með það sem heitir state practice, eða sem sagt, hvernig ríki haga sér. Og það það sem að viðheldur þessum reglum. Og ef það fer að breiðast út að ríki haga sér ekki þannig að þau fylgi þessum reglum, sem sagt fullveldi, landamæri eru heilög, etc. Og að þau haldi því ekki uppi á alþjóðasviðinu þar að segi uppátt á alþjóðasviðinu þessa reglu gilda, landamæri eru heilög, og þegar þau fara að gera það svona ótrúlega selektíft eins og þau gerðu gagnvart Venesúela í aðra hendina og svo kemur Grænland og Danmörk, sem sagt vinur okkar, að þá allt í einu skipta landamærin máli. En í gagnvart Venesúela, þá var þetta bara, já, þetta er rosa flott hjá honum, kallinum, hún Trump. Greinlega mjög vel hefnuð aðgerð, þau skipulegja þetta, kom frá Þorgeiri Katrínu. Ég ætla bara að fylgjast rosalega vel með þessu. Þetta sagði Macron líka. Fólki í Venesúela getur bara fagnað að það laust við Maduro. Og nú fylgjast við með því að það verði lýðræðisleg uppbygging í landinu. Þú veist, Trump bara ég ætla að ná mér í olíu, þú veist, og allir bara eitthvað, já, fínt. Þú veist, ekkert mál. Og svo 3 dögum seinna gerist Grænland og þá allt í einu allir rosalega uppteknir af fullveldi, friðhelgi landamæra og jú vissulega, maður á ekki að dissa bandamenn, sko. Þannig nú þetta allt í einu að fara að snúast á okkur, þá förum við að grípa perlurnar og förum að hafa áhyggjur af þessu fullveldi. Þetta nú eðlilegt að við tökum betur eftir því sem hérna nær okkur. Tökum betur eftir? Við tókum alveg eftir Venesúela. Við bara sögðum hátt og skipta okkur væri drull. Ef það í götun okkar eitthvað, þá frekar en í hínu hverfinu. Ef við komum öðruvísi fram við fólk sem í hínu hverfinu, varandi hvaða reglu gilda hvernig við komum fram með þau, þá getum við ekkert gert eitthvað sérstaklega sterka væntingar að sami bulli fylgi sömu reglum gagnvart okkur. Ég er ekki rétt aðgerðina í Venesúela. Ef hann tekur nú Grænland, heldur einhver að hann muni virða miðlínuna milli Grænlands og Íslands? Ég meina, held að hann get ekki látið bara einhvern vin sinn sem í útgerð fá að veiða íslenskan fisk ef hann langar. Ég meina, hann á enga vin í útgerð. Nei, ok, sko, ég meina, þú veist, þetta er svo stórfurðuleg En á vini í námuvinnslu og olíu En eins og þetta mál finnst mér að gefa tilefnið að því ég var að kvarta á þannig verið að svona hvernig umræðu grundvöldurinn verðbólgun og svona að við erum alltaf með breytta stöðu í varnarmálum og sambandi við varnarsamning og hver er staða okkar og hver er raunverulega sjálfstæð okkar og mér finnst alltaf að við tölum það sko. Það er bara mjög takmarka með þennan varnarsamning sem er í gildi Bandaríkin hafa bara algjörlega frjálsa það er mjög auðvitað að halda því fram að við megum bara gera það sem að Bandaríkjamönnum eru sáttu við og ef að það þá finnst mér alltaf að það einhvern veginn komið fram að við vitum þá að við séum svona, ég veit ekki hvað þetta er kallað hjálenda. En mun okkur þá takast að koma í gang umræðum Evrópusambandið eða er það líka bara stýst af ég held að hún sé alveg í gangi það verður kjósun eða ekki hún sé alveg í gangi en ég held að verða alveg afskipti og ég meina Trump er búin að boða afskipti af evrópskum kosningum það er í utanríkisstefnunni hans eða þjóðaröryggisstefnunni hans og ég meina það er nú mjög áhugaverð grein hérna í blaðinu svo ég vitni í það líka boða frjálshyggju á Íslandi gegnum samtök tengd kokkbræðrum alveg mögnu mynd af Binga Sigmundi Davíð og 2 ungum mönnum og Hannes Holmsteini á fundi í Róm og þetta er bara í samræmi við utanríkis Þetta er ekki samsett mynd, þetta er Nei, þetta er bara mynd. Ég held að þetta sé alveg mynd. Geggja mynd. Þetta er sjúklega góð fréttamynd. Þetta er dressmannauðlýsing. Það er fleiri sem ástætta. Og þetta er alveg það sem að bara J.D. Vance og þessi vinir af Trump eru búin að vera að gera í Evrópu með stuðning við öfgahægri flokka í tilteknum löndum þar og ég meina vinirnir í Tyrkland og fleira þannig að þetta er alltaf málin sem við viðtal við framkvæmdastjóra evrópskra þingmannasamtaka frjósemis og kynfrelsis réttindi held ég að sé ágætt stýðing á þessu EFPP samtökum hér fyrir ekki svo löngu að RÚV í Kastljósinu gott ef ekki eða þá Silfrinu, ég man það ekki
þar sem hann fór yfir skýrslu sem að samtökin gerðu einmitt sko að það kemur fjármagn frá eins og Koch og fleirum hans líkum í Bandaríkjunum, ólígarkum og rússneska ríkinu þaðan og svo svona alveg rosalega fórpokruðum aristókrötum alla Evrópu. Og þessi peningar eru notaði til þess að fjármagna það sem að ég kalla andréttindahreyfingar út alla Evrópu til þess að í raun vinna tilbaka þá litlu sigra sem að konur og kvár, hinsegin og kynsegin fólk hefur unnið og líka auðvitað að vissu leyti fólk af öðrum húðlit og þetta alveg rosalegu peningur sem að fer í þessa botnlausu hít sem að gengur út af það að ná tilbaka þessum kvenréttindum og réttindum kynsegin og hins. Ég heldur að það sé drull yfir styttingu vinnuveikunar. En það þetta, þú veist, það fólk sem að fæ beinlínis borga fyrir að berjast gegn því að konur eigi rétt til þungunarrofs. En það margt svona í þessu breytta heimi. Og eitthvað sem bendir til þess að Students of Liberty séu á Íslandi að berjast gegn slíku? Nei. En það margt í heimurinn að breyta svolítið mikið og í tengslu við Trump og hvernig hann talar Evrópu og hvernig hann boðar það að hluta utanríkisstefnu Bandaríkjanna að vera með stjórnarskipti í Evrópu, það ekki að lesa, hann bara segir það í þessum stefnum og við verðum náttúrulega einhvern veginn að læra að tala út frá þessu raunveruleika, við getum ekki látið eins og þetta sé ekki að því að þetta svo óviðkvæmilegt og við getum ekki verið að ræða peninga og ultrahærið og hvort það hafi áhrif hérna á Íslandi, við erum bara að þora að tala þetta. Ultrahærið og allt þetta, fjármagn ýmissa hagsmunasamtaka flæðir út allt í tengslum alls konar svona mál. Við höfum séð það meðal annars frá hagsmunasamtökum í tengslum við Evrópusambandið sem vilja fá Ísland inn í Evrópusambandið að það flæða peningar frá þeim til Íslands. Við höfum séð þetta einhverja styrki sem að Ríkisútvarpið hefur þegið frá einhverju svona Evrópusamtökum og annað. Þetta allt líkjandi en þetta verður fyrst mál hjá einhverjum þegar að þetta einhver skoðanir sem að þeir eru mótfallnir. Það alltaf þannig. Ég var að vísa í þetta væri í utanríkisstefnu Bandaríkjanna, varnarmálastefnu Bandaríkjanna. Það nýtt í. Ég ætla bara að þið nefnir Students of Liberty. Ég hef nú einhvern tímann held ég sótt einhverja fundi sem að þeir hafa haldið hér og það hefur bara verið þetta klassíska frjálshyggjuhjal. Ég hef ekki orðið vör við neitt sem tilefni til einhverja sérstakra áhyggjur þar. Ég hef gott ef ekki líka farið á Students of Liberty en það kannski ekki það sem ég að vísa í heldur að það alveg tilefni til þess að kanna af því að það eitt að styðja við þessar andréttindahreyfingar og ég ekki endilega að segja að það sé endilega ólögmætt en það svona ákveðin undirróðurstarfsemi gagnvart réttindum sem að hafa áunnist að mínu viti en svo það hitt hvort að þessi fjármuni fari inn í alvöru stjórnmálastarf á Íslandi og það bara mjög skýr lög sem að heimila það ekki þú mátt ekki taka við og þetta vitum við sem vorum alltaf söku að vera fjármögnin af Soros á sínum tíma í Pírötum sem náttúrulega algjör kjaftaði en allt í lagi ef að eitthvað af þessum peningum að fara í segjum unglegastarf miðflokksins bara eða eitthvað svona, það verið að nota þetta eitthvað leiti til þess að fjármagna starfsemi þessa flokks, þá erum við farin að tala eitthvað vandamál, ég ekki að segja að þetta sé til staðar en miðað við þessa tengingar sem verið að draga hérna fram, þá alveg tilefni til þess að skoða þetta því að það ástæða fyrir þessum lögum. Þú það að rannsaka starfsemi stjórnmálaflokkana? Ég meina, ríkisendurskoðandi fer með þetta hlutverk að skoða ásetningar. Ég meina það eftirlit, ríkisendurskoðandi með eftirlit yfir fjárreiðum stjórnmálaflokkana hefur allar heimildir þess að kalla eftir öllu og þessi undir félög heyra öll undir það. Ég held að ég treysti ríkisendurskoðanda til þess að fylgjast með því hvort erlent fjármagn sé að streyma inn í flokkana. Tími okkar uppurinn og það fyrir nokkru. En þetta búið að vera fínum ræða og hér á eftir þá koma til okkar Auður Anna Magnúsdóttir, Jenny Kristín Valberg og Kristján Gær Börses, en ég ætla að taka ykkur. Ásgeir Brynjar, Þórhildur Sunna og Andrea Sigurðardóttir og við sjáumst á aftur eftir augnablik. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Gleði
svo mikil dauðans alvar. Ef að það er ekki gleði, það vantar svo mikið kraft. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á gleði. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Byltingunni hefur verið frestað vegna skorts á ríkisfjármagni. Gluggagallerið stétt, Bolholti 6, opið allan sólarhringinn alla daga ársins. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.